tilfinningaþrungið? Ekki þrungið kannski, það nú margir aðrir hlutir í lífinu sem eru meira tilfinningaþrungnir heldur en þetta. Þetta auðvitað svona eftir á þá kemur þetta aðeins viðkvæmar sálir sem ég og það er kannski fyrst núna að maður svona átt að segja á því að þessu tímabili búið eða lokið og hundfúll með að hafa ekki náð að skila sigri og fleiri stigum. Hvað fannst þér frammistöðunni í dag? Sko, það má alveg búta hana niður í marga parta og mér fannst með að vera að reyna. Fyrri hálfleikur var kannski einkenndist af því að við erum lið sem er búið að vera í vandræðum í upphafi móts og svona smá ströggla á okkur og lendum undir, komum tilbaka, ánægði með það, ánægði með að við skildum þó halinn stíð og vera manni færri og það er það sem ég kannski þakklátustu fyrir að menn héldu áfram að reyna og það er það sem ég vil sjá Breiðablik og Breiðabliksliði í framtíðinni að gefast aldrei upp og ég er alveg sannfærður um það að hafi menn það hugafæra þá eiga fleiri stig eftir að koma í hús. Varstu sammála brottræsarum? 2 gul? Ég hef alltaf sagt að dómarinn er í bestri aðstöðu og bestu til að meta þetta hvort gult sé að ræða eða ekki. Já, eins og sagðir hundfúll að hafa ekki náð skilin sigri. Hvað svona finnst þér að vanta upp á til að liðina að vinna leik? Það vantaði náttúrulega kannski að nýta færi sem við fengum og svo í sumum leikjum að skapa færi til að þá að geta átt möguleika á að nýta þau. Varnarleikurinn líður náttúrulega svolítið fyrir það að við erum ákafir í að sækja og verðum þá nægtir í hinn endan, það er að segja varnarleikum. Og svo er þetta oft bara þessi herslumunur sem ávantar að halinn stig, það er nú ekkert öðruvísi en það og það er enga töfralausnir. Það var vont að kíkja á töfluna og hvað þið að sjá liðið í fallsæti? Nei, ég tók við í fallsæti í félaginu á sínu tíma 2006 og skilaði á sama stað þannig að hringnum er lokað. Auðvitað er það hundfúlt að vera ekki með fleiri stig og skilaði betur af sér. Það er náttúrulega engin svektari með það heldur en ég og ber fulla ábyrgð á því alveg eins og ég hef notið ávaxtanna í velgengninni að manni hefur verið hrósað þá er það alltaf þannig að þjálfarinn ber ábyrgð á frammistöðu liðsins í sameiningu við leikmenn en ég tek á mig stóra hluta þessu, ekki nokkuð spurning. 4 stig og fallsæti segirðu. Hvaða möguleika á liðið í undir 17 gumma benn? Hellingsmöguleika. Leiðin getur bara leiðið upp á því og fallsæti í byrjun júní þarf ekki að þýða fallsæti í lok móts. Það býr mikið í liðinu, það býr mikið í leikmönnunum og það verður bara spennandi að sjá hann glíma við verkefni sem er framöndan. Ég full að trúa því að menn geti fengið þetta til að blómstra betur heldur en verið hefur. Liðið hefur byrjað með betur undanfarin ár náttúrulega. Myndirðu segja að þetta sé bara tilviljun núna eða tengist þetta eitthvað að því að þú varst að fara út? Ef þú spyrir mig þá tengist þetta ekki því að ég sé að fara út. Ef að liðið hefði verið með 4 stig og ég hefði ekki verið með liðið í þessa fyrstu 6 leiki og Gummi hefði staðið hérna þá hefði verið fróðlegt að heyra spurninguna. Hún hefði sennilega hljómað eitthvað á það leiði var ekki rangt og þú takir yfir liðinu strax. Þannig að þetta er allt spekulasjónir. Fakta er að ég var með liðið fyrstu 6 leikina, fakta er að ég er að fara, fakta er að stjórnin tók ákvörðun um þetta og auðvitað held ég áfram ef ég beðin um það. Og fakta er að liðið er á þeim stað sem það er og maður verða bara að spýta í lófana og halda áfram. Skilur þú samt ekki við Breiðablik á betri standur og tókst við því? Það búið að vera góð 6 ár, nei 8 ár? Jú, sko, ef þú lítur á stóra samhengi þá held ég að okkur hafi tekist í sameiningu þjálfurum öllu sem standa að félaginu og félaginu sjálfu. Félagið er þeir sem er í því, hafi tekist að búa til klúbb sem er í góðu lagi og sú heildarmynd er fín. En auðvitað er það svona smá blettur kannski að akkurat núna sé staðan ekki betri. En í og með að það er búið að byggja upp góða hluti gegnum langa tíma þá hef ég full að trúa því að það sé að þetta sigrast á þessari brekku. Ef það verður ekki gott bakland og traustar undirstöður þá væri ég áhyggjufulli. Ein spurning að lokum, ertu ekki virkilega spenntur fyrir því verkefni sem að bíður þín hjá Nordsjælland? Jú, mjög.